Þá förum við í 6. lið á dagskrá sem skóli byrjar klukkan 9. Til máls tekur Thelma Ósk Þórhallsdóttir. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Bara svona til að bæta við áður en ég byrja þetta formulega, að þá var sem einmitt áhugavert að þú nefndir styttingu vinnuvikuna. Það talað að dagvinna séu 40 klukkustundir og meðal námstími námsmanns í grunnskóla, ef maður rétt, í kringum 37 til 38 klukkustundir á viku. Ofan á það bætist síðan íþróttir og þegar þú komir á þennan aldur eru íþróttir orðnar það alvarlegar að þú ert að æfa að minnstakosti klukkutíma á dag, sumir meira. Síðan situr það með heimanáminu og það talað að það að vera í kannski 2 tíma sem þú átt að eyða í heimanám á þá hverjum degi. Síðan viljum við halda félagslífi, en ég hef fundið fyrir því þegar ég kom í menntaskóla að ef þú ætlar að vera að hluta félagslífinu, þá eins gott fyrir það að byrja á 1. ári. Því það hægara sagt en gert að koma sér inn í þetta á öðru ári og hvað þá á 3. ári. En svefn eitt umtalaðasta málefni í dag. Mikilvægur svefns verður skýrara og skýrara, en truflanir svefns verða meiri og meiri. Við búum á tíma þar sem ungmenni eru undir stöðugu áreiti frá samfélagsmiðlum og öðrum samfélags- og námskröfum. Og svo búum við líka í landi þar sem við lítið sem ekkert sólarljós helminginn á árinu. Þetta hefur áhrif á vellíðan og innri líkamsklukku sem leiðir til þess að fólk oft þreyttara en það væri ef dagsbirtan væri lengur. Því mikilvægt að koma til móts við ungmenni og hefja skóla hjá að minnstakosti unglingastigum ef ekki yngra klukkan 9 frekar en 8. Því svefn nauðsynlegur til að ná námsárangri og líða vel. Ungmenni sem sofa meira eru oft hamingjusamari, borða hollari mat, hreyfa sig meira og taka frekari ábyrgð á heilsu sinni. Nægur svefn hefur líka jákvæð áhrif á einbeitingu og minni. Fyrir utan það svefn auðvitað nauðsynlegur fyrir vöxt og þroska unglings. Allir hafa innbyggða líkamsklukku, en þessi líkamsklukka breytist á unglingsárunum þegar þau eru að ná kynþroska. En líkamsklukka ungmennis á aldrinum 13 til 18 ára alltaf 3 klukkustundum og eftir líkamsklukku fullorðins einstaklings. Þannig þetta líka því við að unglingar sem vakna klukkan 7 á morgnana eru eins og fullorðinn einstaklingur myndi vakna klukkan 4. Unglingar ættu að sofa í 8 til 10 klukkustundir á dag, en þessi stöðu áreiti gera þeim erfitt. Og þegar líkamsklukkan eftir á, eiga flest allir unglingar erfitt með að sofna á æskilegum tíma. Þar af leiðandi voru 22,9% nemenda í Reykjavík sem náðu viðmiðum við ráðlagða svefnlengd samkvæmt könnun sem gerð var fyrir 10. bekk. Það var einnig verið gerðar rannsóknir í Bandaríkjunum um svefn, en þau sýna að þau fylki sem tóku það upp að byrja skólann seinna á daginn tóku eftir töluverði hækkun í einkunn í samreyndu-prófum. En auðvitað ekki bara námsframvinda unglinga sem við þurfum að hafa áhyggjur af, heldur líka líkamleg og andleg heilsa. Það mikilvægt að komi fram að á unglingsárunum það tímabil sem við erum hvað viðkvæmust fyrir andlegum sjúkdómum og þess vegna mjög mikilvægt að gera það sem við getum til að koma í veg fyrir þá. Fleiri rannsóknir sem voru gerðar í Bandaríkjunum sýndu fram á að þá skóli sem stóð sér best hjá 13 til 18 ára unglingum var sá skóli sem byrjaði á milli 10 og 11 á morgnana. En talandi fyrir minni eigin reynslu í framhaldsskóla, en á 1. ári mín í menntaskóla byrjuðu við klukkan 9 og ég veit að það sama í gangi núna, þá byrja allir í 1. bekk klukkan 9 og þetta, þú fannst virkilega mun á því. Þú varst einbeittari og virkari gegnum daginn og ég veit að við viljum hérna öll inni að ungmennum bæjarins og í sveitafélaginu líði vel og gangi vel. Þess vegna það mjög mikilvægt að seinka byrjun skóladagsins frá klukkan 8 til klukkan 9. Takk fyrir mig. Þá hefur Thelma Ósk Þórhallsdóttir lokið máli sínu og til máls tekur Andri Teitsson. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og
aðri gestir. Ég vil þakka Thelmu fyrir ágæta ræðu og í stuttu máli ég sammála henni. Svefnin svakalega mikilvægur og ég þekki þetta sjálfur á 3 unglinga og 3 fyrirverandi unglinga líka og reglan mjög mikilvæg, það augljóst og þess vegna hef ég gegnum tíðina verið sérstaklega varbergi til dæmis gagnvart ferðalögum á vegum skóla eða íþrótta þar sem að ég hef séð á mínum börnum að þau koma stundum heim bara ekki nóg vel sofin og þá stutt í kannski pirring eða geðvonsku eða jafnvel kvíða, depurð og kannski eitthvað þaðan að verra og unglingar sem að fá ekki nógan svefn þeim hætti líka til að kannski lendi í einhvers konar vítahring með því að fara að nota einhverja óæskilegar aðferðir til að bæta sér upp svefnleysi, kannski með koffeindrykkjum, með orkudrykkjum eða þess háttar. Þá verður ennþá erfiðara að sofa. En þannig ég held að þetta sé bara ágæt hugmynd og ég á einmitt núna 2 syni í Emma sem að byrja klukkan 9 og mér sýnist þetta koma ágætlega út. Þeir eru að minnsta kosti þokkalega lífsglæðir og duglegir við heimanámið. En ég held líka að það hljóti að vera gerlegt og jafnvel bara einfalt að laga þá vinnutíma og vinnufyrirkomulag kennara og starfsmanna að þessu með að nota, ef að kennararnir vilja byrja klukkan 8, nota þá þann tíma til að fara yfir verkefni eða undirbúa kennslu eða eitthvað svoleiðis. Ég vil líka nefna eitt sem að ég held að ég hafi nefnt áður í þessum stóli bæjarstjórn að mér finnst alveg komið til greina að efstasti í grunnskóla og mögulega framhaldsskóli hafi ekki viðveru eða mætingaskyldu í skólan 5 daga vikunar. Þú getur tekið jafnvel 1 eða 2 daga heima. Það myndi líka létta á álagi, hvort sem að væri þá fjarkennsla eða heimanám eða hópavinna eða hvað það nú væri í gegnum Teams til dæmis. Held að þetta myndi létta álag á unglingunum. En í stuttu máli bara mér finnst þetta mjög áhugaverð tilraun sem verið að gera og mér finnst að við eigum að þróa þetta ennþá frekar. Takk. Þá hefur Andri Teitsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið laust.